Á þjóðarspeglinum mun ég kynna rannsókn mína á Evu H. Önnudóttur fylgiskannanir í aðdraganda síðustu 3 alþingiskosninga. Í rannsókninni skoðum við hvernig kannanir þróuðust yfir allt tímabilið, en líka hversu vel síðustu kannanir fyrir kjördag spáðu fyrir úrslit kosningana. Það er alls ekki sjálfsagt að kannanir endurspegli nákvæmlega viðhorf alls almennings eins og nýleg dæmi erlendis frá sína. Þannig hefur til dæmis slæmt gengi kannana í aðdraganda bresku þingkosningana 2015, bandarísku forsetakosningana 2016 og frönsku forsetakosningana 2017 kallað á ákveðna naflaskoðun á því hvað fór úrskeiðis og hvað megi gera betur við framkvæmd kannana. Þetta viðfangsefni hefur ekki áður verið rannsakað með skipulögðum hætti í íslensku samhengi og það er því ákveðin nýjung í okkar rannsókn. Í rannsókninni fjöllum við almennt fylgiskannanir og hvernig þær virka við bestu mögulegu aðstæður. Við förum síðan yfir mögulega veikleika kannana og hvaða þættir eru líklegastir til að valda því að þær geti gefið skakka mynd af stöðu mála. Niðurstöðurnar okkar benda til þess að íslenskar fylgiskannanir standi almennt nokkuð vel, en að greina megi kerfisbundna skekkju þegar kemur að mati á fylgi tiltekinna flokka, sem mögulega megi draga lærdóm af til dæmis í aðdraganda þingkosningana sem eru framundan. Þetta og fleira fjalla ég í erindi mínu á Þjóðarspeglinum, vonandi sjáumst við þar.